Þú að vera sáttur? Já, við erum mjög ánægðir. Við ætlum að gera betur eftir þennan vestrarleik og okkur fannst við eiga fullt inni og við erum ríkala ánægðir að hafa gert það í dag. Erfitt lið sem er að mæta og við sýnum bara fyrstu mínútu að við erum reddi í þetta og þegar við erum okkar degi, eins og í dag, þá getum við gert góða hluti. Eftir rúma 10 mínútur þá varst þú búinn að leggja upp 2 og skoraði eitt glæsilegt mark sjálfur. Hvernig var tilfinningin bara rétt fyrir leik? Bara eins og fyrir hvern annan leik. Við vorum bara, eins og ég segi, við vorum bara staðrænir í því að gera vel. Við skuldum stuðningsmönnunum það eftir seinasta leik og við ætlum að gera góða hluti. Þannig að við vorum bara ready og þó svo að ég var með 1 mark og 2 stóðsendingar til 10 þá var það hlaupi á beina og fjær, geðveikt hlaup og Emil hrikalega klókur hann að koma sér á milli þeirra. Þannig að bara góð liðsframmistaða. Og þetta markið stórglæsilegt sem þú skorar? Já, hitt hann bara vel og hrikalega skemmtilegt og svona 85 mínútur af þessi leik eru bara frábærir. Það þessar seinustu 2 mínútur í lokin á fyrri hálfleik og lokin á seinni hálfleik þar sem við erum kannski smá soft og gefum þeim smá vonarglætu en við getum ekki kvarta. Var það ekstra mótivering að spila gegn KR eftir frekar erfitt tímabil þar í fyrra? Nei, alls ekki, en aftur á móti bara skemmtilegt, maður þekkir þessa stráka og þeir eru frábæri strákar og ég óskaði bara alls besta í sumar, þeir eru bara skemmtilegt að fylgjast með þeim og þeir eru bara að fara að gefa í. Það var mikið rætt fyrir leik, Stephen Kolker komið langt með þau félagaskipti í Stjörnuna, hvernig leggst það í þig að það gengur í gegn? Stephen Kolker? Já. Já, ég hef ekki verið að fylgjast mikið með umræðinni, þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég á að koma á þetta. En já, áhugavert. Vissirðu ekki af þessu? Nei, við vorum bara fullan fókus á leikinn. Þetta hefur alveg skautað fram hjá manni. En þú þekkir manninn, væntanlega? Ég held, er þetta ekki leikmaður sem var á láni á Liverpool og hvort hann hafi verið í Tottenham með eitthvað? Er þetta ekki úrvalsdeildarleikmaður ef ég þekki hann rétt? Nákvæmlega, hann var á vellinum allavega hér í kvöld og Já, bara skemmtilegt, hann fekk skemmtilega leik og ég meina, ef það er eitthvað til í að sjá það, þá bara bíðum við spenntir. Takk hérlega, Alex. Takk.